Við ætlum sérst að fara til miðalda og það Bergsveinn Birgisson komin hingað. Vertu velkomin, Bergsveinn. Takk. Þú ert forn maður í huga og háttum. Forn í skapi, eins og sagt var. Þú varst að senda frá þér bók mann sem að fáir mundu enn eftir, Þormóð Torfason. Já. Og við getum alltaf haft þetta samtal alls konar, en ég ætla bara að byrja að segja mér hvaða maður þetta, þessi Þormóður? Já, hann í fyrsta lagi, eins og nefndir, hann dálítið gleymdur, en var í rauninni mikill velgjörðamaður íslenskrar menningar og kannski einfaldast að nefna að hann var góður vinur og kom vissum þunglindum unglingi til manns og fékk hann til að trúa á sjálfan sig og trúa á fornu fræðin. Sá hét Árni Magnússon. Þeirra vinasamband byrjaði upp úr 1690 og hérna dálítið vel dokumenterað. Það mikil bréf þar á milli. En Þormóður sjálfur lifði mjög ævintýralegu lífi, ef að hægt að segja sem svo, með sko stöðu nútíma mælikvarða. Hann sem sagt slítur baskónum þarna á Stafnesi á Minnisheiði, Rófskvalanesi eins og það kallast líka. Þar hans tútor eða mentor, kennari Hallgrímur Pétursson, sem að öllum líkindum kennir honum svona grundvallar inngang í latínu. Og þaðan fer hann í Skálholt til Brynjólfs Sveinssonar sem hann fær mikið dálæti á þessum dreng og hann lærir ekki bara sem sagt fornu grísk-rómversku menninguna heldur fær hann veður af því að það sé til forn norræn menning eða forn menning og skáldskapur í okkar eigin landi, okkar eigin menningu. Sem hafði þá verið gleymd? Já, sko, öllu heldur ekki alveg gleymd, minnst veist ekki á Íslandi, en svona á meginlandinu, í Skandinavíu, þá fara menn að fá veður af því þarna á þessum tíma og hans ævi fer svolítið alveg samferðað þeirri uppgötun að það sé til mikil saga Norðurlanda skrifuð á gamlar skinnbækur á Íslandi og það myndast eins konar kapplaup á milli Svía og Dana að komast yfir þessa sögu. Og Dönum var mikið í mun að þarna stæði nú ýmislegt stórveldi Dana til forna. Þetta var eiginlega svona eins og stríð söguna, þetta sagan var svona territorium. Hvernig hún var svona túlkuð, en líka við að bara einfallega ná handritunum til sín, eða ekki? Jú, líka bara konkrétt þannig, það er til dæmis samtímis útsendari Danakonungs og maður frá Antikvetskollegiet í Uppsala sem koma samtímis að ná í bækur 1682. Þorleifur Hauksson, þessi sem sendur var að Danakonungi, fyllti eitt skip af handritum. Það sökk með öllu, en Svíinn náði undan 50 bókum til Svíþjóðar. Nú, Þormóður sem sagt fær veður af þessum fornu fræðum örugglega mikið til í gegnum bæði Hallgrím, sem var þá þegar orðinn ötull skrifari af gömlum handritum, en ekki síst hjá Brynjólu gamla í Skálholti, sem að þarna var farin að safna og láta skrifa upp bækur. Og hann lærir greinilega að lesa þarna munkaletur handritana og fer til Danmerkur, útskrifast þar með láði, tekur guðfræðipróf þar og framgangurinn verður mjög hraður. 24 ára gamall hann orðinn konunglegur þýðandi
fornsagna og byrjar á að þýða Flateyjarbók á dönsku og gesturinn sem kemur til hans í Kamessi í fræðaherbyggi á daginn, það er engin annar en Friðrik III, Danakonungur. Hann var svo forvitin þetta, hann var mikill lærdómsmaður, sérstakur konungur fyrir það að hann var ekki svona neitt sérstaklega upptekinn af stríðum, hann var meira upptekinn af að læra og mennta og hafði mikla hirði kringum sig. Þannig að það er mikill svona vegur og mikil upphefð frá þessum dreng, frá þessari verstöð sem Stafnes var og yfir í höllu konungs. Nú svo sígur aðeins á ógæfuhliðina. Það er ekki alveg ljóst af heimildum, ég reyni að ráða í það en það sígur aðeins á ógæfuhliðina 4 árum síðar eftir hann er ráðinn. Þá er hann skyndilega sagt upp og hann er sendur burt til Stafangurs, til Barbarísins í Noregi og þar er hann gerður þessi norræni þýðandi og fornsagnamaður að eins konar eftirlits manni með fógetum þar í Stafangurs amti og fekk ekkert nema hatur fógetarna og annað. Hvað gerði hann af sér í konungsgarði? Það eru skipta skoðunum það. Ludvig Holberg hélt í fram að hann nefnilega skrifaði bók sem að gagnrýndi hinn gamla og gilda Saxo Grammaticus og í rauninni býr til eina fyrstu bók sem er með svona heimildarýni fornsögur. Það er að segja að hann segir að Saxo hafi rangt fyrir sér og íslenskar heimildir hafi réttar fyrir sér þegar kemur að konungaröð eða ættfræði konunga danskra. Þetta var auðvitað góðgá í 17. aldar lærdómsumhverfi því að þetta var svo kallað, þetta voru autoritet, þessir gömlu, ef þú fórst að efast þá fór allur heimurinn að riða til. Eldri fræðimenn hefðu svona investerað í öðru fræðum. Já, sko eldri fræðimenn voru einhvern veginn bara grunnurinn og svo ertu náttúrulega með biblíuna líka þarna og það má ekkert efast það og svo er það Grikkirnir og þeir hafa sannleikan með sér. Þetta er svona, hann er svona að lifa þessa tíma þegar menn eru fyrst að byrja að átta sig á því að kannski þessi gömlu autoritet höfðu ekki rétt fyrir sér allir saman. Ég hef sinns vegar aðrar skoðanir á þessu sem ég viðra á þessa neyðaneitt til að trúa mér og það er meðal annars tengist gamalli klámsögu þegar ég elstu á Norðurlöndum sem að Þormóður þýddi og heitir Bósasaga og það er sem sagt, það eru fleiri heimildir sem greina fyrir því að hann hafi verið notið vissra kvenhylli. Hann var ungur og fallegur maður, það er til eitt málverk af honum og hann hefur gert sér svolítið kannski meira dælt við svona hirðmeyjar en gengur og gerist og kannski stíði yfir einhver mörk sem að svona ungur drengur úr fiskiþorp á Íslandi getur kannski ekki vitað og hann kennir sjálfur óvildar mönnum sínum við hirðina að þeir hafi sendt hann burt úr þessari fínu stöðu. Nú, eftir bardagan þarna við fógetina í Stafangri og það er nú interessant svo sem saga í sjálfu sig fyrir sósíalista að því við erum staddir þar að fógetarnir voru danskir allir í Noregi og þeir höfðu alveg ákveðna tækni að aukast á Norðmönnum og það var það að þeir höfðu umboð til að auka skatta á bændur og eins og lénsherrar og bændurnir urðu að greiða þeim fríðindi. Þetta gat verið í timbri, þetta gat verið mjólkukýrin á bænum, þetta kjöt eða hvað sem er. Og ef þeir gerðu það ekki, þá hótaði fógetið með að hækka skattana og þú varst auðvitað umkomulaus gagnvart því. Þannig að þetta var svo sem mjög óréttlátt kerfi sem að Þormóður var að berjast við og varði ekki kápan úr klæðinu. Hann næra snúa þessu yfir í nýja svona fornfræða stöðu sem fornfræðingur
og lofar öllu fögru og byrjar að vinna sem slíkur en svona 1671 þá deyr Friðrik III, vinur hans og helsti verndari og þá missar hann þá stöðu. Nú þá fyrir nú aldrei þess að sé ógjafu hliðina. Faðir hans Torfi, hann var ekki mikill sósíalisti. Þó Þormóður hafi verið það, reyndar. Hann var í klárri uppreist gegn föður sínum. Hann hafði skattpínt og menn réru þarna frá Miðnesheiði á opnum bátum og nánast eins og sjálfsmorðskandidatar fyrir krúnuna. Það var þá konungur meðal annars sem átti mikið af þessum róðraskútum og það var greiðsla fyrir landskyldu að fara sem hásetti á þessa báta. Árið þarna áður... Veiðigjöld. Það var veiðigjöld, sko. Og þú fékkst eiginlega ekkert borgað. Hluturinn var eiginlega enginn. Þetta var bara skyldan við konunginn að róa. Gríðarlega verðmæti sem náð þarna á land en kostnaðurinn var mikill eitt árið. Þarna þegar Þormóður þarna eru 38 ekkjur, flestar með mörg börn og Torfi hafði safnað upp miklum auði eftir sínum leiðum og þarna var arfur, Torfi var dáinn þarna og Þormóður fer upp til Íslands að heimta þennan arf eftir föður sinn og það gengur ágætlega, það eru miklir peningar, þetta eru margar jarðir sem hann hafði sölsað undir sig og ég veit ekki hvort þú manst eftir því en þessi Torfi og Hallgrímur Pétursson voru hatursmenn. Öllu heldur hataði Torfi Hallgrím og Hallgrímur gerði níðvísu hann sem að lifir enn þar á Suðurnesjum en hann fer síðan út aftur, hann helst ekki við á Íslandi og á þessari heimferð þá lendir hann í skipsnauð við Skagen, kemst síðan þaðan yfir Jótland þvert og ætlar yfir Saltið og yfir til Sjálands með ferju frá Jótlandi og þá gerir enn meiri og annan storm á þau og þau hrekjast þar í marga daga og ná síðan landi á lítilli eyju sem heitir Samsö í dag. Og til að gera langasögustutta þá kemur til riskinga þar kvöldið milli ferðafélagana. Þú segir þau hafi verið þannig er eitthvað kona komin í? Já, það var kona komin inn í myndina, hún hét Sisse, ung Sisse eins og hún kölluð í skjölum. Ég fann þarna með aðstoð læknis sem heitir Stefán Hahnemann. Alla vitnaleiðslurnar þetta mál. Nú búið að skrifa Þormóð lengi en menn töldu að þessar vitnaleiðslur eða yfirheyrslur allra væru týndar. En þetta var þá til á arkífinu þarna á Samseyju og þar kemur fram að það eru orðnar einhverjar deilur eða erjur milli Þormóðar og Sisse. Hann kallar hana hóru þarna þegar þau eru að vaða í land á eynni og hún hefur greinilega, ég gerir ráð fyrir það hafi verið eitthvert samband milli þeirra áður en hún hefur greinilega fundið sér annan þar ferðafélaga sem hét Hans Holbeck. Hann sængar hjá henni og fötin hans fundust inni hjá henni en eitthvað hann truflaður og hann skipar öllum að fara í rúmið menn gegna því ekki, kemur til riskinga. Þormóður flýr inn í herbyggi til Sisse, lokar að sér þar og það var auðvitað reginvilla að gera það því að þetta virðist vera einhvers konar ástaþrýrningur þarna sem komin í gang. Hann brýtur upp dyrnar og ræðst að Þormóði með hníf. Svo Hans Holbeck og Þormóður verst með sínum kuta og
sem sagt vegur hans Holbeck. Er náðaður á 11. stundu. Náðaður, ekki... Hann er náðaður, hann er dæmdur sekur fyrst af héraðsrétti eða héraðsdómi þar á Sámseyju, næra áfrýja til Hæstaréttar og þar leggur Hæstaréttur þetta eiginlega í dómsvald konungs og konungur gerur honum að greiða skaðabætur og sem sagt sýknar hann af þessu. En við tekur cirka 10 ára perjóða, tímabil í lífi Þormóðar þar sem hann er greinilega mjög þunglindur yfir þessu hlutskipti og fullur af sjálfsásökunum og gerist þarna bóndi hjá þeirri ríku ekkju sem hann hafði gifst á þessum tíma. Það er nú hlutskipti fornfræða manna á þessum tímabili að giftast ríkum ekkjum. Það er svona helsta leiðin til að lifa af. Og Lærisveinn hans, Árni Magnússon gerði það ekki? Jú, það er þekkt líka. Og alltént þá er hann alminnilíg bóndi eins og hann kallar sjálfan sig þessum tíma, en ekki alveg alminnilig vegna þess að hann tók að sér að vera nokkuð skonar lögfræðingur líka. Hann hafði alltaf mikinn áhuga á lögum og einkanlega gömlum lagabókum, Jónsbók og Grágás sem að hann hafði stúderað mikið og skrifað upp og annað slíkt og menn leituð mikið til hans, svona dómarar og sýslumenn og aðrir amtmenn. Það er sem sagt kona þar á svæðinu, hinum megin við Karmey, sem er dæmd til dauða vegna brigsla galdra. Og Þormóður skipaður hennar málaflutningsmaður og bjargar henni frá bálinu. Þá gerist einhver undursamleg breyting, hann var búinn að taka líf, þarna nær hann að bjarga lífi. Og hann rís dálítið svona eins og fuglinn Fönix upp úr sínu þunglindi, skrifar heilmikla umsókn til Danakonungs að fá að gerast sagnaritari Noregs. Það vantaði Noregssögu, það var til Danmerkursaga en vantaði Noregssögu. Fær já og amen við því frá yfirvöldum í Danmörku og siglir heim og er þá með 600 ríkisdala ristnu sem gerur hún kleift að halda bæði skrifara og fær þarna styrkir þarna kartöflukjallarann sinn og fyllir hann af handritum sem hann fær að taka með sér úr konunglega bókasafninu og svo hefst hann handa. Og má segja að hann vinnur eins og skepna allt þar til hann missir minnið, fær einhvers konar blóðtappa eða heila blóðfall eða eitthvað slíkt og missir minnið og en lifir alveg fram til 1719 en 1711 kemur þessi stóra Noregssaga út. Þannig að náða að klára hana. Man náða að klára hana með herkjum. Þetta er svona í grófum dráttum ævisaga þessa manns. Framlag hans er svona, má kannski deila í einhverja 3 flokka. Það er náttúrulega þetta að hann er svona einn af þeim fyrstu sem eru gerðir út af Danakonungi til að fara að ná í handrit hér á landi. Og viti menn, það eru náttúrulega stærstu gullkornin sem að hann kemst yfir fyrir tilstöðunan gamla meistarans í Skálholti, Brynjólfs. Og til dæmis árið 1662 þá siglir hann með bæði Codex Regius af eddukvæðum, þar segja Sæmundareddu sem hún kallaðist þá og höfðu handrit eða Codex Regius að Snorra Eddu. Það segja alla mítológíu Norður-Evrópu í einu kofforti. Auk margra annara handrit þá kemur þessu heil og höldnu til Kaupmannahafn í vörslu Danakonungs.
Hann safnaði handritum alla ævi og allt þetta safn hans fékk Árni Magnússon og inklúderaði í sitt safn og öll þau handrit eru merkt með fangamarki Árna, AM, og þessna má kannski segja að þetta sé svolítið hans ósýnilega framlag til fræðana. Í öðru lagi það þessi textafræði sem að hann sem sagt sér að koma á fót, þessi textafræðilega stofnun sem kemur á fót á bænum sínum þannig á Stangarlandi, þetta er rétt við Haugasund í Noregi. Hann með marga skrifara en einn þeirra hvað ötulastur og bestur, Ásgeir Jónsson heitir hann, skrifaði 110 handrit upp fyrir Þormóð, oft gerði hann upp undir 3 afrit eða 3 kópíur á hverju handriti og til að gera langa svo stutta þá til dæmis eins og með líkilverk eins og Heimskringlu og Fagurskinnu, það væri ekki hægt að endurgera texta þessara verka nema fyrir þessi afrit sem að Þormóður lét Ásgeir gera því að frumritin brunnu í Kaupmannahöfn 1728. Í þriðja lagi hann síðan æðislegur miðlari og stjarna á sínum tíma af norrænum menningararfi. Svo annars vegar eins og við komum inn á áðan var hann að þýða á dönsku, margt þýddi hann líka á latínu, en svo hann sem sagt sagnaritari sjálfur og hann þá að ávarpa alla lærða menn heimsins sem allir kunnu latínu þá og endur segir, túlkar, vegur og metur hvað sé satt, hvað sé logið í fornsögum og miðalega þessum heimi alveg glæsilega í sínum ritum sem voru, latínuritin eru 10-11 að tölu ef maður tekur það allt saman, minnstór vitanlega og þarna hann þróar vissa aðferð, það eiginlega hann hefur voðalega fáa svona brautryðendur, hann býr til svona heimildarýnis aðferð og hann stjarna, hann myndaður með lárviðakrans kringum sig, Snorri og Saxó til hliðana og svona alveg fram á seinni part 18. aldar. Svo gerist eitthvað í mannsandanum, í sögu mannsandans. Hans framlag endist ekki? Nei, það kemur einfallega ný heimildarýni, það kemur ný hugsunartíska. Hann úreldist. Hann úreldist, því að Þormóður á sinn hátt alveg glæsileg blanda af miðaldamanni og nútímamanni. Hann á þessum skilum þegar að hugsun okkar að breytast mjög hratt og mjög mikið og hann fer að fá á sig svona á 19. öld snemma, fer hann að fá á sig gagnrýni fyrir að vera svona fantasíumaður, hann gerir ekki greinamun á kynjasögum og alvörusögum og hérna svolítið svo þú ert gagnrýndur fyrir. Hann óvísindalegur og svo framvegis sko. og meðan að sko Árni Magnússon sem var kannski svolítið langt á undan sínum samtíma og veðjaði svona á réttan hest, hvað var það svona vísindi framtíðarinnar. Þá Þormóður gagnrýndur og langt fram á bara síðustu daga, síðustu ár. Þú veist, fólk að skrifa hann og svona, já, það þessi fantasíumaður þarna sem að, en menn svona ekkert að reyna mikið að setja sig inn í hans aðstæður eða hans hugsunarhátt eða jafnvel að lesa hann, það svona ekkert verið að keppast við það endilega. Þannig að hann svolítið dæmdur fyrir það að vera í sínum samtíma og ekki í framtíðinni, hann Þormóður. Og það sem mér var í mun með þetta hér var að
í stað þess að fordæma það sem að er öðruvísi en hvernig þú átt að hugsa í dag og gera hlutin í dag, að reyna að beita smá sympatískum lestri, reyna að setja sín í hans menningarsögulega samhengi og skilja að þar er allt rökrétt miðað við það sem að hann hafði fengið gefið og það er svona kannski tímarnir sem að skína svolítið í gegnum þetta, þessi totalitarianismi núsins sem að vill ekki sjá neitt annað en það sem akkurat eru gildi og viðmið í dag. Þetta er mjög hættulegt, finnst mér, ef að þetta er orðin einhvers konar algild regla í sagfræði, vegna þess í sagfræði þá verður maður einhvern veginn geta umborið allt aðra menningu, allt aðrar hugmyndir og gert þeim skil á þess að fordæma eitt eða neitt. Þannig að þetta var svona tilraunin, bæði að gefa innsýn í þennan tíðaranda, þessar breytingar sem er að eiga sér stað, gefa innsýn í þetta kapplöp söguna sem við vorum að tala milli Svía og Dana og gefa svona náttúrulega rekja hans líf eins og hægt er og gefa síðan yfirlit yfir hans verk og hvernig hann vann þau. Þannig að það var svona mitt verkefni í þessu áfrýja hans máli til til Hæstaréttar sem eru lesendur. Hann á ekki að vera svona gleymdur eins og hann er. Það er ekki alveg rétt. Vitanlega má segja að margir eru gleymdir og annað slíkt það er til dæmis tek eftir því þegar að ég fer að vinna við þetta og ætla að fara að ná mér í svolítið mikinn litteratúr Brynjólf Sveinsson Skálholti. Þann mikla velgerðamann líka að það er engin litteratúr til hann. Það er til eitt greinasafn, það er til nokkri bæklingar, greinasafn eftir fræðimenn en hans líf hafa aldrei verið gerð skil. Ferð í Skálholt og það er engin steinn, það er engin sem veit hvað Brynjólfur er og Þetta er hann vitlausum megin sögunar líka? Nei, hann er ekki jafn vitlausum megin sögunar. Hann er svo sem alveg og hans glæpur svona meira gegn sinni dóttur eins og við lítum á það í dag þó hann væri auðvitað aðþrengdur af sínum tímum. Er náttúrulega ekki eins mikill og sá glæpur sem að Þormóður hafnar í þarna með að svipta þennan mann lífi. En Þormóður hefur eiginlega ekki fengið neitt svona gegnum tíðina nema neikvæðum að lefa fær ykkur en þó gerðist nokkuð fyrir nokkrum árum síðan í Noregi og það er kannski sú alda sem ég hengdi mig dálítið á að maður fór að opna svolítið augun fyrir Þormóði og hans starfi og nokkrir og það hans túlkunum og hans sýn á fornleifar og hans litteratúr sem er náttúrulega mestur á latinu og norðmenn nokkrir komu saman og stofnuðu félag, fengu pening og gerðu sér lítið fyrir og þýddu alla Noregsögu Þormóðar sem kom út í 8 bindum á norsku með latinu fólki og frá öllum heiminum nánast, öllum sem til voru, miskust í Norður-Evrópu. Mikið verk og síðan hafa komið svona kannski nokkrar stúdíur og minni greinar og annars sem að svona aðeins hafa farið að líta á hann svona réttari og mildari augum, má segja. Þannig að þetta er svona kannski mitt bídrag. En er það ekki þannig, Bergsveinn, að þegar menn velja eitthvað að skrifa kannski þann sem er ekki til allt og mikið að heimildum að þá eru menn mest að skrifa sjálfa sig?
Sko, það Þarf þú ekki að skrifa einhvern veginn, hugsa þig inn í Sko, það inn í Þormóð? Jú, sko, þetta er raunni mjög stór spurning, sko. Ég myndi segja til dæmis varðandi það þegar þú skrifa skáldsögu, þá verður að tengja. Það er ekki forsenda þess að þú getur skrifað einhverja sögulega persónu fræðiritt að þú tengir, en það er Þú vilt nú nota svolítið, hvað myndir maður segja, tækni rithöfundarins í þinni fræðimennsku? Það er það sem hefur verið svona, það sem ég hef verið að reyna með þessu við lítinn orðstýr hér á landi, en þó ég sé svona, því sé betur tekið annar staðar. En það sem ég hef verið að benda á... Þetta er norsk bók, þú skrifar hún á norsku. Ég skrifar hún á norsku. Þetta er íslensk þýðing og ekki til þig? Ekki þýðing, hún er aðlöguð. Sko. Aðlöguð. Já. En er bókinni gefin út inn í norskt samfélag? Hún er gefin út inn í norskt samfélag. Það er ósanngjarnt að segja það. Nei, það er alveg rétt. En henni er tölvöld breytt. Það er mikið tekið út og annað sett inn fyrir íslenska lesendur. En þetta er alveg rétt. Mín metóða er svo. Ég einfallega fylgi þeirri línu að ég er náttúrulega að skrifa fyrir almenna lesendur. Ég er ekki að skrifa fyrir aðra akademikara eingöngu. En það er leiðilegt kannski públikum að skrifa fyrir þröngt og... Jú, það er bæði lítið og getur verið svolítið smásalarlegt. En það sem að ég er kannski mest að hugsa er það að maður hefur séð og menn hafa séð mikla gjá myndast á milli annars vegar svona akademískra sagnfræði og alþýðu manna. Og mér finnst það að vera ákveða hættumerki og ég síðan fór að fálma í þessa átt og þá fór ég að finna fyrir því að það er mikill áhugi á sögu. Akademían er hins vegar bara ekkert að sinna honum. Og skapa vandamál í samfélaginu þar sem að almenn umræða byggir oft upp á löngu úreldri sögu. Stjórnmálin byggjast upp á bara Íslandssögu. Nákvæmlega. Ég myndi nú bara orða það þannig með smá svona breytingu á Dostojevski gamla, sko. Sem sagði að Guð var ekki til, þá var allt leyfilegt, sko. Ef manneskjan, ef sagan er ekki til fyrir manneskjunni, þá getur við gert hvað sem er við hana. Það er hættan. En lifum við ekki þannig tíma? Jú, við lifum þannig tíma svolítið. En maðurinn sem sagði endalók sögunar, hann hafði rétt fyrir sér. Þetta hafi dreigið aðra álítanir. Rauðulega tíminn sem er liðið þá er einmitt eins og þú ert að segja. Það er sagan er dauð og þá er allt lefilegt. Sagan er miskunstu óðum að deyja og ég líti á það sem svona, ef ég get eitthvað hjálpað og þá kemur maður alltaf að þessum sama, Gunnar, og það er það að ef þú ætlar að fá lesanda til að hanga í þér og lesa það sem þú hefur skrifað og þetta þurfi ekki akademikar að hugsa þeir sleppa alveg við það, en ef þú ætlar að halda lesanda við eitthvað efni þá verður að virða ákveðin lögmál mannsheilans sem varða frásagnir og sagnamennsku sem að sko gerir það verkum og þú þarft að einhvers konar reyna að mynda sögu úr brotakendum heimildum, þú þarft að sviðsetja aðeins, þú þarft að fá persónu til að lifna við, þú þarft að víkja burt, hefja hugan yfir þessi míkróisku vandamál sem eru núna sem sagt kannski einkenna akademist fræðastarf og reyna að horfa breiðar á allt saman. Þú þarft eiginlega að horfa tilvistarlega og sálrænt á þessa sögu sem þú ætlar að miðla. Þá er þín saga líka orðin svona enganleg og það er erfitt að leggja dóm á hana og kannski er það ástæðan fyrir því að verkum þínum er mist vel tekið af akademikum. Já, þetta er náttúrulega ekki... Þeir eru ekki hilluð til þess að setja þetta upp á. Nei, í rauninni það sem að hefur komið mér mest á óvart er hversu lítið þeir hafa á mig. Miðað við að eins og ég hugsaði til dæmis með Svarta víkingin að ég stilli mig ærið laglega til höggs á mörgum stöðum þar og svo sem
bara nokkrum gagnrýnisröddum en það er einhvern veginn hurfu með það að all flestir og mér er boðið háskóla allt til að tala þetta efni og all flestir klappa á öxlina á mér og þakka mig fyrir að þora að gera þetta. Og ég held að það sé líka viss þreyta í akademikurum að fylgja þeirri orðræðu sem hefur myndast þar. Þar sem þú ert einhvers konar objektífur andi, talandi að ofan og þín persóna eða þú eða þín manneskja kemur þar hvergi nærri. Og þetta er tískan. Það er ekki guðdauður eða sagan heldur að manneskjan dauð inn í akademíu. Já, hún fær ekki pláss. Skilur eftir í fatahenginu. Nei, og hún er þá tengd við það sem að þessa hættur sem á að útiloka eins og til dæmis ímyndunarafl, undrun, áhuga og annað slíkt sem að eru algjör bannorð vegna þess að þau geta leitt menn, telja menn á glapstugu, tilfinningar, algjört bannorð og þess vegna hef ég dálítið hugsaði dálítið vel þetta þegar ég fór út í þetta og skoðaði svolítið, ég reyndar skrifaði doktorsritgerð mikið til kognitíva sálfræði og las mér dálítið til mannsheilann. Og mér fannst mjög áhugavert að lesa það og lesa til dæmis svona taugalíffræði og annað slíkt. Og þá búið að gera hellingsrannsóknir á því. Til dæmis við lærum það þegar við förum í háskóla, þessi dikotómía, hún er alltaf þarna, annars vegar tilfinningar, skaldskapur og fantasía og allt þetta barslega. Svo hins vegar þetta henda því og svo þetta koma og svo hugsa röklega, radio, logos og skynsemi. Sko, það kemur að mannsheilanum, og þetta er dálítið mikilvægt að hafa með sér, finnst mér, er að það sem búið að rannsaka fólk sem að hefur skaðað prefrontal cortex, þess að ennis heila blaðið, það sem að tilfinningarnar eru og það sýnir sig að það fólk getur ekki að hugsa rökrétt, skynsamlega. Það að segja, dikotómían er bara tilbúning og hún er ekki til í sjálfu sér, hún er tilbúning. Ég er ekki að tala á móti skynsemi hérna, það mátt ekki skilja það þannig, eða á móti rökhugsun eða einhverju slíku, það er ekki þannig. Það er bara þannig að það án tilfinninga er engin rökhugsun til. Og þetta er eitthvað sem að má alveg bara fara að skoða og inkorporera og það er þannig að þú veist, á 18. öld þá var svo kallar pýrónísku skeptisismi mjög í tísku. Hann gekk út á það að afmá spor sagnfræðingsins, afmá allt hið manneskjulega subjekt og finna bara staðreindirnar. Ekkert annað en blákaldan staðreindir. Og það kom á daginn. Sem er þá eins konar lygi þá? Nei, það getur alveg verið rétt. En það er bara einhverjir punktar. En ekki sannleikur. Nei, og svo má alltaf efast það hvort það getur verið alveg rétt. Það má efast það endalaust. Og niðurstaðan var oft svo að menn gat ekki skrifa neitt. Þið gátt ekki sagt þetta einasta orð. Árni Magnússon ágætis dæmi þetta. Hann er fleiri ár að útbúa útgáfu af Íslendingabók og kom aldrei út. Af því að hann var ekki alveg viss að það væri allt alveg rétt. Varðandi tímatal og annað slíkt. Þannig að Sættir þú þig þá við að hafa svona temmilega rangt fyrir þér? Ég segi það í mínum bókum. Það er samkomulagi sem ég geri við mína lesendur. Ég get ekki alltaf hitt á rétt. Það sem samkomulagi mitt er hins vegar það að ég segi lesendunum frá mínum heimildum hvað ég byggi á og í eins konar trúnaði við hann þá býði honum að upp á túlkanir á þessum heimildum. Hann
ég reyni ekki að neyðan til þess að vera sammála mér. Hann getur verið ósammála mér, hann getur séð eitthvað annað mynstur úr þessum heimildum, þá það velkomið. En þá erum við komnir úr einræðu hins alvitra yfir í einhvers konar díalóg, samræðu söguna. Og það það sem þarf til þess að þú viljir lesa áfram að mínu mati. En ég spurði áðan hvort að þeir sem að skrifa sögu annara manna sé ekki að skrifa sína eigin sögu. Og við þekkjum það náttúrulega bara fólk sem að skrifa stórar persónur í sögunni yfirleitt að skrifa sjálf á sig. Það fær maður ofta á tilfæðinu. Já, sko, ekki formáð þessara bókar svolítið Bergsveinn Birgisson? Sko, þetta margliða spurning. Ég hef verið að tala það að sagnfræðingur sem miskusti ætlar að ná út til fólks, hann á ekki að fela sitt súbjekt, en hann á að vera ærlegur með þetta súbjekt. Svo hvaðan þessi hlutlægni, objektivitet? Þú veist, það sem maður sér kannski í akademísku starfi þú getur dulið, þú getur kamúflerað þína meiningu, þitt subjektivitet, þína tilfinningu með algjörlega hlutlægum stíl. Mér finnst það ekki ekta. Mér finnst það að vera meira ekta eins og til dæmis Finnur Jónsson gerði með sín dróttkvæði. Hann segir, ég skil þessi kvæði svona. Ég rekonstruera þessi kvæði út frá þessari heimspeki minni. Og þegar þú færir þá heimspeki, þá getur þú skilið að hvernig hann hefur túlkað þegar hann að normalisera kvæðin og þú ert með miklu ærlegri útgangspunkt og það held ég að sé það mikilvægi þessu að maður sýni sitt subjekt. Já og nei. Bókin kannski Bergsveinn að segja okkur frá Þormóði, frekar heldur en að það sé eitthvað. Já, það náttúrulega það sem Það er ekki að losna að vinna Bergsveinn hana. Það er hann sem að segja okkur þessa sögu. Hann þetta subjekt sem að segja þessa sögu. Það alveg rétt og hann skammar sín ekkit fyrir að vera subjekt því hann því miður manneskja og hann ekki andi úr himnum. Og það það sem að ég veit að þarf að því ég rithöfundur. Þá veit ég að ég þarf það til þess að ná mannsheilanum á band með mér og þess vegna vilji ég það. Því að neyðin stór. Það þarf að koma út sögu til fólk sem það nennir að lesa. Ég sá að Már Jónsson var að skrifa bókina. Já. Og þú ert í deilu við Seðlabankastjóra Svarta vikinginn. Já. Hvað veldur því að það eru svona deilur í kringu þig og þín verk? Er það vegna þess að þau eru nýstárleg? Er það vegna þess að þú ert forn í skapi eins og þú kynntir sjálfa þenni upp að Já, ég leit á það nú meira svona jákvætt, sko. Það vera til dæmis nútíma, það finnst mér alveg hræðilegt. Það er skammarið þig. Skammarið svona. Þetta, sko, deilur mínar við Seðlabankastjóra ganga út á allt annað. Það ganga náttúrulega út á það að ég sé mínar hugmyndir þar reifaður í hans bók að hennar sé getið. Ég leita á það sem borgarlega skyldu mína að láta vita af því og það svo sem dregur langan dilk á eftir sér en ég hins vegar búin að gera grein fyrir því máli í 2 greinum, annarri birtri í sögu núna 2022 og hinni á minni heimasíðu. Þannig að meir get ég ekki gert þar. Það hins vegar, við vorum að tala pýronískan skepsis eða skepsisisma, þar að segja þetta með að maður eigi ekki að nefna neitt nema það sem algjörlega skjalfest og sem heimildir eru fyrir. Og mér sýnist að Már Jónsson sé svolítið á þeirri línu og þannig laga séð vill hann ekki hafa neinar túlkanir eða tjáningar það hvernig hlutir geta hangið saman mögulega. Það hins vegar þannig með
þessi dæmi sem hann tekur sem að mér finnast vera alveg undarleg vegna þess að það hefði verið miklu betra að taka dæmi af því þegar ég lýsi því þegar að Þormóður fer að tala við kúna sína sem að ég segja hafi heitið auðhumla og fer að segja frá sínum raunum við þessa kú. Það hefði verið miklu betra að taka það heldur en akkur þessi dæmi því að þarna kórugt þeirra kúin eða Þormóður voru til frásögum. Nákvæmlega. En akkur þarna er tekið eitthvað það eru vitlanleiðslu sem að ég fann í gegnum þennan danska lækni á Samseyju sem að bendi mér á að þessar vitlanleiðslur yfirheyslur væru til og ég les þetta nákvæmlega og reyna að rekonstruera þarna út frá því og túlka þá að þarna hafi átt sér stað einhvers konar ástarþríhyrningur. Ég geri grein fyrir því að þetta er túlkun og hvað stendur í þannig að menn þurfa ekki að vera sammála því frekar en vilja en þarna kemur þá maður sem segir þessi rangtúlkun. Önnur dæmi eru svolítið í sama stíl að það má ekki reyna að finna samhengi eða túlka. Þarna á bara maður að hafa drepið mann út af neinni ástæðu. Það er það eina rétta. Það sem ástæðan liggur ekki fyrir þá er engin ástæða. Nei. Þannig að þetta er aldrei formið enn og aftur og það hef ég auðvitað fundið alveg fyrir að við erum bara einfallega með þessa dikotómi, þessa tvend í huga okkar að við erum með skáldskap annars vegar, meinlausir, intellektuellar svona að skrifa sögur eitthvað, skilurðu. Hins vegar ertu með fræðimenn eða vísindi í einhverju allt annari kategóriu og þetta er orðið aldrei mitt lífsprojekt að reyna einhvern veginn að fá þetta til að mætast á einhvern hátt, búa til einhvers konar, þetta er mín tilraun. Ég segi það í öllum mínum bókum, ég er að gera tilraun til að tengja þetta saman af þeim ástæðum sem hafa komið fram hér. Og vitanlega stuðar þetta menn vegna þess að þetta gengur í hvoruga kategóriuna og svona tveggja heima maður og tilheyrir hvorugum þó. Já, ég hafna þarna milli stólana milli þessara kategória sem í fræðimennsku og skáldskap. Já. Þú ert sömurleiti gefur þetta út í Norri en býrð hér og tilheyrir íslensku menningu. Já. Þú segist vera forn í huga og ert elskur af miðöldum og skeptískur á nútíman, þannig að þú ert á margan hátt svona tveggja heima maður sem að tilheyrir hvorugum þó. Já, það má segja að ég hafi af einhverjum ástæðum fundið minn farveg þarna í sköruninu á milli og kannski er það einhvers konar lundarfar strandamanns þar sem að við erum mjög fá á ströndum, þar sem að búðamaðurinn er gjarnan líka organistinn og sagnamaðurinn og jafnvel með fleiri og gerir við bíla líka og kannski lítið á það sem að það sé hlutverk mitt að hafa fleiri neitt hlutverk. Það er eitthvað frjósamt það sem að mætist fjara og sjór og ferskvatn og jökulvatn og það er miskusti, mér finnst það afar frjósamt að skoða mörkin þarna á milli skáldskapar og vísinda vegna þess að bæði þessi form hafa eitt markmið, það er sama markmið að þeim báðum. Það er það að við fáum tækifæri til að sjá heiminn upp á nýtt, sjá einhverja hluti sem við vorum búin að ákveða að væri svona, við fáum að sjá þá alveg upp á nýtt, skilja eitthvað alveg nýtt samhengi í kringum þessar hluti, þannig að markmiðið er það sama hjá hvort sem að við tölum Einstein eða Cervantes. Þetta eru menn sem snéru dálítið heimsmyndina sín tíma á hvolf. Þannig að
þegar maður síðan fyrir að skoða mannsheilan og hvernig hann virkar, þá sérðu að þessar dikotómíur sem búa til hér í ytri raunheimum, þær eiga sér ekki stað hér inni. Þjón okkur ekki. Nei, og þú telur það að vera alvarlegt, þú talar áður svona söguleysið og svona, þú telur að það sem þú ert að reyna að gera sé mikilvægt, vegna þess að ég allavega sé eitthvað megin í menningu okkar og svona samfélagi. Ég fæ merkingu í mitt litla líf við það að reyna að gera það sem ég get og á minn hátt og ef að það hjálpar, ég hef fundið mjög góða strauma frá lesendum þó að það sé ekki frá æðstu menntastofnunum, þá það frá lesendum ég fæ þetta góða þakklæti og það fólki sem heldur mér uppi og hefur haldið mér uppi og já, mér finnst það alvarlegt að það sé verið að rannsaka eitthvað upp á háskólum sem að alþýðafólk sem að borgar jú fyrir þetta fær ekkert að vita og við lifum á þeim tímum það sem verður aldrei verið mikilvægir að þekkja sögu sína, þekkja þau viðhorf sem eru í gildi núna, hvaðan þau eru komin, af hverju þau eru tilkomin og það ætti að vera einmitt mjög hæfandi að segja þetta hér í þessu rauða herbergi því að það samhengisleysið þegar það verður rof og þegar það verður samhengisleysi þá geta stjórnmálamenn, þá geta þeir sem ráða, ekki stjórnmálamenn reyndar en aðrir, farið að gera ýmislegt við mannskepnuna sem að mun auka hennar þjáningu. Herðu, þessum enda þarna. Takk að ég kjallaði fyrir Gaman að fá að koma til ykkar og til þinguna Smári og takk fyrir allt það frábæra og góða starf sem þú og þið vinnið hér á þessum vettvangi. Gera það ekki fyrir það. Ég kemst í til skila hjá þeim sem að eiga skilið og hafa lagt hérna ýmislegt til.